Já, þá ætla ég að ræsa upp Control Expert og við ætlum að setja upp iðntöluna sem að heitir M340. Og ég ætla að fara eftir verkefni 1A og ná í vélgæslukerfið, já, þetta. Vélgæslukerfið. Svona. Og býtu nú við, en já, hér er þetta en ég átti líka til einhverja mynd af uppsetningunni. Það er ekki víst að það sé í þessu verkefni, en það verður kannski sniðugt að reyna að ná því. En byrjum bara á því að setja upp vélina sjálfa og þá smellum við hérna á nýtt blað, þetta er New Project. Þá hleður hún upp alls konar nauðsynlegum þáttum og við þurfum að setja upp vélina. Tegundir af vélinni er hérna Modbus Ethernet, hún heitir P342020. P342020 eða CPU 34020 Modbus Ethernet. Smellum á svo OK. Þetta er, já, áður en gerum það, þá sjáum við hérna niðri að þetta er 8 slott, sem sökkullinn, hann hefur 8 sæti hérna. Og við þurfum ekkert að velja hann er hérna sjálfgefinn, það er greinilega mjög algengur. Smellum OK. Þá raðar hún þessu grunni upp fyrir okkur. Og þegar kemur hérna password, þegar við erum í skólanum, við sleppum því algjörlega til þess að við læsumst ekki út úr einhverju verkefni. Við smellum á X hérna. En annars ef þið væruð í einhverju fyrirtæki, þá mynduð þið sjálfsögðu væntanlega setja inn notendanafn og lykilorð. En þá sjáum við hér í Project Browser, hérna lengst til vinstri, að þar eru við með Project og þar undir Configuration og PLC Bus. Þar smellum við á plusinn og þá sjáum við svona kassa. Og ef við tvísmellum á þennan kassa, þá kemur hérna þessi mynd til hliðar. Við erum komin með hana og allt í góðu lagi. Við ætlum að skipta spennugjafa af því að þetta er ekki sá spennugjafi sem er á vélinni. Við merkjum þetta, þannig koma svona litli kassar hérna í kring og ýtum á delete. Það eyðist það, tvísmellum aftur á þetta og við fáum hérna þann spennugjafa sem við eigum hérna til staðar. Það er 2010 Standard Isolated DC Power Supply. 2010, það er hérna næst eftir hérna í listanum. OK á það. Þá er réttur spennugjafi kominn.
síðan kemur sökkull hérna númer 1. Hérna setjum við hliðræna einingu, tvísmellum á þennan sökkull og þegar við veljum hliðrænt þá er það analóg hérna, plúsum á það og þar fyrir neðan kemur AMM 0600 600 og þetta eru 4 hliðrænir inngangar, annarkot spennu eða straum og 2 útgangar, annarkot spennu eða straum. Og þá veljum við það. Það er einingin sem við eigum. Síðan eru rofa eða skynjara inngangar, það er hérna sökkull númer 2, en það er sem sagt diskrít, það er af á þettir, það er rofa inngangar og slíkt. Þá hefur við hérna DDI, digital inngangar sem sagt 1602, DIG 16 inngangar 24 volta DC syncing. Það þýðir að við erum með NPN skynjara einingu hérna. Einingu sem NPN skynjarar tengjast við. Og þá smellum við OK. Síðan eru útgangarnir. Það er sökkull númer 3 og þá höfum við hérna discrete aftur og veljum digital output, sem sagt það er DDO 1602. Þá höfum við 16 transistor útganga sem að gefa 500 milliampere. Ok, veljum það, ok og það. Og þá erum við búin að setja upp vélina eins og við höfum hana hjá okkur.